Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég er mætt með skemmtilegan og fróðlegan viðmælanda vegna þess að hún Jóna Björg Sætran sem er gestur minn í dag, hún ætlar að fræða okkur Feng Shui eða Feng Shui og hvað það er og hvernig við getum nýtt okkur það í daglegu lífi. Velkomin Jóna Björg. Þakka kærlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera hérna hjá þér. Það er náttúrulega ekki svo oft sem að maður rekst á Feng Shui, ég kannski ber það fram öðru sér heldur en þú ráðgjafa, en getur þú skýrt aðeins fyrir okkur hvað þetta er? Feng Shui, ég segi þetta bara eins og Feng Shui meistarinn minn, Mary Diamond segir þetta, Feng Shui. Já. Þetta er sko margra alda gömul listgrein og heimspeki frá Kína. Já. Sem fluttist til Vesturlanda ekki fyrir en að ráðamenn fóru að flýja hérna frá Kína til Vesturlandana og það var svo magnað, ef við tökum Bandaríki sem dæmi, að fólk sem var þar í viðskiptalífinu og var að koma frá Kína, það var með ákveðna ráðgjafa með sér, Feng Shui ráðgjafa. Og þeir sem voru í viðskiptalífinu, þeir völdu sér skrifstofur í skrifstofubyggingunum eftir tilmælum sinna ráðgjafa. Og ráðgjafarnir, þeir þurftu svo að snúa skrifborðunum þeirra í rétt átt, finna út hvers konar hlutir átt að vera með á skrifstofun og þess áttar. Og fólk fór að taka eftir þessu og fór að nýta sér þessa ráðgjafa heima hjá sér. Og þannig svona smátt og smátt færðist þetta svona til almennings. Ja. Þetta er flókin fræði, fyrirgeðu. Já, þetta eru flókin fræði, en síðan hafa margir Feng Shui meistarar verið að búa fræðin út í einföldum búningi þannig að við hin sem erum ekki Feng Shui meistarar getum kynnt okkur þetta. Já. Og það var svo magnað að ég hafði haft svo mikinn áhuga á þessu þegar ég bjó í Danmörku í gamla dag á námsárunum. Sá þá alls konar bækur sem þetta en skildi aldrei hvernig þetta virkaði almennilega. En svo var það 2004 og 2005 að ég og maðurinn minn við áttu þess kost að læra Feng Shui af Feng Shui meistara, Mary Diamond. Og síðan hefur þetta bara orðið hluti af okkar lífsstíl. Og alveg frá því 2005 að þá hef ég verið að liðsinna líka fólki, bæði einkaaðilum og fyrirtækjum sem hafa óskað eftir því að ég aðstoði þá. Og mig langar að segja frá því að það er talað það í Feng Shui fræðunum að það sé eiginlega þrennt sem skiptir mestu máli okkar velsæld og velgengni og vellíðan. Endilega. Og það er talað það að svona 33% af því sé hvar við fæðumst í heiminum, hvar við fæðumst á hnettinum. Og síðan það sem sagt hvernig 33% það hvernig við notum það sem okkur gefið, hér og hérna. Já. En 33% vilja meina að fari eftir okkar nánasta umhverfi. Og það er þar sem að við getum verið að nýta okkur fræðin til þess að haga hlutunum þannig inn í okkar híbýlum. Og það er það sem mér finnst svo spennandi að gera. Það er náttúrulega gífurlega spennandi, sko. Það er alveg ég náttúrulega þegar ég var með Betra líf þá var ég að flytja inn bækur Feng Shui og ég var að lesa og ég var með kristalkúlur í loftinu og allt saman og ég gerði það líka þegar ég var fyrir vestan. En ég verð að segja þér, ég hef ekki notað mikið af þessum fræðum upp á síðkastið og ég er líka spennt fyrir mig sjálfa en ekki síður fyrir þá sem eru að hlusta á okkur að þeir geti nýtt sér það. Þannig hvað er svona það helsta sem við getum gert bara heima hjá okkur? Svona þú veist, í einfaldasta umhverfinu okkar til þess að kannski bæta þessi 33% okkar svo að orkan verði betri og flæði verði betra hjá okkur. Þá langar mér til þess að byrja bara við útidyrnar. Og koma inn heima hjá þér. Það hafa margir heyrt talað spegla varðandi Feng Shui. Já. Það er eitt mjög mikilvægt þegar þú kemur inn í húsið þitt, hvort sem það er íbúð eða einbýlishús eða hvers konar híbýli eru, að þar sé ekki spegilflötur
annarkvort spegill eða mynd með spegilfleti framan á, að það sé ekki beint á móti þér þegar þú kemur inn. Vegna þess að þú vilt fá góðu orkuna utanfrá inn í íbúðina þín, Já, en þú vilt ekki láta orkuna sem að kemur inn þegar þú opnar inn til þín speglast beint út. þetta er svolítið mikilvægt. Já. Já, Það er mjög mikilvægt, það er í fínu lagi og mjög jákvætt að hafa spegil rétt við hliðina á. Þannig að það komi svona smá orka þar á spegilinn og geti varpað orkunni inn á ganginn hjá þér. já, Inn í, já, svona, já. en þú vilt ekki fá það beint á móti þér heldur við hliðina. Það er mjög jákvætt. Síðan í forstofunni, þá skaltu hafa eitthvað af lausum herðatrjám. Já, ok. Ég hugsa fattaskapinn minn sem er ekkert mjög stór og það er jú kannski eitt laust erfðatré. Ættu við einu eða tveimur. Já, Vegna þess að þú þarft að hafa pláss fyrir nýju gestina sem koma inn í líf þitt með ný tækifæri. já, Og svo er það skórnir sem að vilja oft vera út allt á gólfinu í forstofunni. Það er mjög gott að setja þá inn í skóskáp eða skóhirslur einhvers konar. Og svo þeir sem eru með unglinga eða börn á heimilinu, kannast við það að þau vilja skilja skólatöskurnar eftir í forstofunni eða úlpurnar. já, En þá ertu að hefta flæðið inn í íbúðina. Og ég man eftir ágætri móður út á landi, ég hef nefnilega líka verið með þessi námskeið út á landi, já, þegar ég var búin að tala forstofuna og hvað væri mikilvægt að það væri ekki eitthvað svona út allt í forstofunni, þá sagði hún við börnin sín, jæja, næst þegar þið komið heim og þið skiljið eftir úlpurnar eða töskurnar út í forstofu, þá setjið þér út, fyrir utan húsið. ok. Heyrðu, þetta náttúrulega gerðist og það var rigning úti. Hún gerði þetta samt, hún setti það út. En eftir það, þegar þau heyrðu að þetta væri komið út, þá var þetta tekið inn aftur og passað vel upp á þetta. Já, Svo er eitt sem ég langar til þess að minnast á líka, varðandi anddyrið, og það er eiginlega áður en þú kemur inn í anddyrið, sem sagt fyrir utan. Við hérna á Íslandi þurfum að vera með góðar mottur yfirleitt fyrir utan húsið okkar eða utan heimilið til þess að ná slabbinu af skónum okkar. já, En þá er ráðlagt að vera ekki með holóttar mottur, gúmmímottur sem eru með götum í gegn, vegna þess að þú vilt ekki að tækifærin flæði niður í gegnum holurnar í burtu. það er svo dásamlegt hvernig þessi fræði virka. En þú getur ráðið bót á því, þú vilt ekki fleygja þessari fínu götóttamottu, þá færðu þér heila þunna mottu, bara gúmmímottu þunna, og setur undir, þá ertu búin að loka undir götin. Það er frábært. Já. Það eru ráð við öllu í feng shui. Já, en segð mér eitt, sko, nú býr fullt af fólki í fjölbýlishúsum og þannig að inngangurinn er eitt atriði inn í húsið sjálft og inngangurinn í íbúðina er svo annað atriði. Hvernig leysir maður það? Þá hugsa maður innganginn inn í íbúðina. Þú getur ekki ráðið hvernig inngangurinn er inn í fjölbýlishúsið, heldur að þú hefur þá íbúðina þína. Já, frábært, gott að vita, já. Svo er það er svo ótal margt sem maður geti tekið varðandi hvert herbergin, ef ekki halda aðeins áfram inn í íbúðina. Jú, það er langt, ég meina þetta er svona, við löbbum inn heima hjá okkur og hvað sjáum við sem við getum breytt þegar að við gerum það, þú veist, þannig að það sé, nú er sko, nýji arkitektúrinn hefur breytt íbúðunum dálítið mikið eins og í fjölbýlishúsum að þau eru svolítið ílangar. Þannig að þú veist, eins og það er þessi hlið og þessi hlið í blokkunum, þannig að þær eru ekki lengur eins ferkantaðar eins og þær voru einu sinni. Já, þetta breytist allt. Þannig að það breytist allt, svo hvernig myndum við að takast á við það? Til dæmis þannig að nota spegla eða myndir með spegilflötum til þess sem að myndirnar eru þá ekki eða speglarnir eru ekki
á móti hvor öðrum heldur svona eins og sikksakk. Já, Þannig að þú náir orkunni og lætur orkuna verpast innar alltaf í íbúðina. já, endurkastast. Já. Já, Svo þegar þú kemur að eldhúsinu eða borðstofunni, þá skulum við passa það að hafa þar alltaf annaðhvort myndir af ávöxtum í eldhúsinu eða á eldhúsborðinu eða borðstofuborðinu að hafa þar ávexti eða lifandi blóm. Og af hverju eigum við að gera það? það er til þess að sýna almættinu, hvað sem við skynjum svo sem okkar almætti, Já, en við erum að sýna almættinu að hér sé alltaf nóg að borða og hér sé alltaf auðlegð. já, Og þetta þurfi ekki að vera ferskir ávextir, þetta getur verið ávextir sem eru úr einhverri listgrein, kannski úr keramiki eða einhverju öðru, já. en bara að séu ávextir eða lifandi blóm á þessum stöðum, í borðstofunni eða í eldhúsinu. Ég man hvað ég var einu sinni alltaf með á borðstofuborðinu hjá mér. Stóran svona eins og bakka eða skál á fæti og ég var með sko ávexti en þeir voru úr viða. Já. Mál af epli og bananar og vínber og eitthvað svona. Já, þannig að því að ávexti geymast betur í ísskápnum. Já. Já, að vera ekki borðaðir alveg strax, sko, þannig að, já, þetta, já, nú þarf ég að fara að endurskapa hjá mér. Það getur líka verið skál með ávaxta mynstri, Já, getur líka verið svoleiðis. já, frábært. Það er svo margt svona eitthvað sem minnir á ávexti til dæmis. Já, Og svo, ég get ekki alveg farið úr eldhúsinu þá. nei, Það er nefnilega eldhúsvaskurinn, hann er mjög mikilvægur. ok, Og hann á alltaf að vera tómur á kvöldin og hreinað innan. já, Til að neikvæð orka sem hefur safnast fyrir í íbúðinni yfir daginn eigi greiða leið niður í hálfræsið. já, í niðurfallið, já. Já, þetta það er náttúrulega margir sem setja bolla í eða glas eða eitthvað í lok dagsins sem á ekki að fara í uppþvottavélina fyrir næsta morgun eða vaska upp næsta dag, þannig þetta er svolítið mikilvægt. Já, þetta er mjög mikilvægt. Já, Og svo í sambandi við borðbúnað, diska og bolla og undirskálar og þess háttar, að ekki að nota slíkt sem er orðið skörðótt, sem er farið að brotna upp úr. Þá er betra jafnvel að nota pappadiska, heldur en diska sem eru farnar að brotna upp úr. en nú var einu sinni, sko, allavega þú veist þegar ég man eftir því þegar ég var ófrísk af strákunum mínum að þá var alltaf að maður mætti ekki drekka úr skarðabolla. Einmitt. Þá fengi barnið skarð í vör, það var þannig að þú veist þessi þekking hefur verið til staðar sem slík bara í öðru formi. Já. Já. Eru þið að fara inn í stofuna? Já, ég held að sé komið tími á að fara þangað. Og í stofunni þá er nefnilega eitt sem að mjög margir vilja fá að vita. Já. Þegar það eru margir sem spyrja mig hvar er auðlegðarhornið mitt í Feng Shui fræðunum? Hvar er auðlegðarhornið í stofunni? Og hvar er það? Í suðausturhorninu í stofunni. Ok. Já, þar er hægt að virkja auðlegðarsvæðið og það er sama hvar það sem sagt alveg út frá óháð því hvaða persónu er að ræða. Ég kem aðeins inn á þá eftir. Maður getur verið með sem sagt þetta fasta auðlegðarhorn í stofunni. Já. Svo getur það farið eftir persónunni, hvenær viðkomandi er fæddur og hvort það er kona eða karl. Hvort að maður eigi eitthvað annað auðlegðarhorn líka, auðlegðarsvæði. Já, ég skil. Já. Í stofunni þá er það sem sagt suðausturhornið. Nú er ég aðeins að skoða hvort ég finni á símanum mínum
Hvað heitir það? Áttaveita? Áttaveita, já, til að sjá hvar ég veit samt að suðausturhornið er hérna. Aha. Já, Og þar skaltu, eða gætirðu verið með málmskál já, með gylltri mynt. ókei. 100 köllum, 50 köllum eða evrum. Þær eru mjög góðar evrurnar, 1 og 2 evrur, silfraðar og Já, gylltar. já, Og það eru margir sem að eru líka með sírennsli á því svæði. já. Og þegar ertu þá að tala um svona litla gosbrunni? Já, litla gosbrunna. Já, En sérstaklega að passa upp á að það sé ekkert drasl eða eitthvað gamalt eða skemmt eða brotið á þessu svæði í suðausturhorninu. ég er alveg bara, vá, hvernig á ég að leysa þetta hjá mér? Ókei, Það kemur. ég finn leið, ég fer í að breyta og bæta. Svo datt mér í hug að minnast aðeins á veggskreytingar, myndefni. Endilega. Við erum nú náttúrulega flest öll mjög duglega að setja einhverju hluti, málverk og annað þess þar upp á vegg. Og svolítið mismunandi eftir, við getum segja, aldri, sumir setja allt of mikið upp og sumir setja ekki neitt. En hvað eigum við að hafa í huga með veggskreytingar? Það er tvennt eiginlega sem að skiptir máli. Það er annars vegar samspilið við frumelementin. Já, Og hins vegar er það í sambandi við sjálft myndefnið. Ég ætla aðeins að taka fyrst fyrir myndefnið, hreyfingu réttara sagt á myndefni. já, Að það ef við kíkjum aðeins, bökkum aðeins inn tilbaka og förum í forstofuna, já, að þá er mjög gott ef þú ert með myndefni í forstofunni sem að er sýnd einhver hreyfing á. Tökum bara sem dæmi fugl sem þú sérð á hlið sem að fljúga. já. Að fuglinn sé þá að fljúga inn í íbúðina til þín. Já, myndin sé stillt þannig upp, já. Já, inn á skrifstofuna til þín. Já, En ekki sem sagt út. Já, þú vilt fá tækifærin inn til þín en ekki láta þau flæða út. það er góð hugmynd, já. Svo er það í sambandi við frumefnin að til dæmis í suðri þá er frumefnið eldur. Já, Og það er ekki hagstætt að vera með mynd af jökli í suðri. Og svo Snæfellsjökullinn sé fallegur. Já, ég ætla að segja hvernig vissur ég væri með málverk af jökli en ekki í suðri, myndin er í norðri. Ja, það passar mjög vel. Já, Vegna þess að frumefni í norðri eru vatn. já, Þannig að það passar mjög vel að vera með Snæfellsjökullinn í norðri. já. Ég er aðtöð þetta heima hjá syni mínum, hann er með mynd líka og hún er í norðri hjá öðrum þeirra, ég veit ekki hvað hún er hjá hinum, ég þarf aðeins að tjekka á því. Þú leggur sóknarvinnuna hjá börnunum. Já, já. Heyrðu, svo held ég að við ættum aðeins að minnast á svefnherbergi. Það er náttúrulega mjög mikilvægur staður. Við eyðum töluvert miklum tíma sólarhringsins þar. Já, og svefnherbergið á að vera bara algjör griðastaður og unaðsreitur. Og það er mjög mikilvægt að við séum ekki að fara með vinnuefni, að vera að vinna í svefnherberginu. Og ég man eftir ungum hjónum sem ég var að vinna þetta fengsvei hjá og það var háttaði þannig til hjá þeim að þau voru mjög lítill íbúð þannig að þau voru með skrifborðið sitt líka, vinnuborðið líka í svefnherberginu. Og við leystum það þannig að þau fengu sér svona lausan skjá eða sem sagt skilrúm Já. sem þau gátu sett á milli við fótagaflinn á rúminu
þannig að vinnuaðstaðan var alveg hinum megin. Frábært, já, Skiptir máli. já, Svo er mikilvægt að varðandi spegla í svefnherbergjum. Það er allt í góðu lagi að vera með spegil í svefnherbergi, en þú átt ekki að geta séð sjálfa þig í speglinum þar sem þú ert í rúminu. já. Vegna þess að þá tvístrast orkan þín. En nú eru sumir sem hafa svona spegla á til dæmis skápahurðunum. Já, það er Ekki góð orka. ekki talið vera gott feng shui. Nei, nei, Það verður að segjast eins og er. já, Ekki ef að skápurinn er þannig að þú getur speglast úr þar sem þú ert í rúminu. þetta eru frábærar upplýsingar. Ég reyndar ekki með svona spegla í svefnherberginu hjá mér. Ég passa svolítið upp á það að það sé rými og það er bannað að fara með tölvu upp í rúm. Já, Síminn fær að fara þarna inn bara til þess að hann sé sem öryggistæki og að reyndar, já, svo bara svona lesbretti, ekki tölvan sem slík, sko. En vinnan er ansi nálægt svefnherberginu að því er lítill íbúð. já, já. En varðandi spegla, að þá er nefnilega svo mikil snilld að það er hægt að fá spegla sem eru með svona vængjahurðum, þannig að þú Já. getur opnað spegilinn, þú getur lokað honum á kvöldin. Já, já, Algjör snilld sko að vera með svoleiðis spegil. já, já, Nú, síðan skiptir máli hvað er hinum megin við höfðagaflinn á rúminu. Til dæmis í fjölbýlishúsum, já, að þá það er ágætt að skoða grunnteikningar af húsum, bæði íbúðum og í blokkum líka. já, Það er nefnilega ekki gott að svefnherbergi sé þannig að hinum megin við höfðalagið sé snyrting með klósetti eða sturtu. Vegna þess að það er stöðugt rennsli niður. já, Og það er talið geta haft áhrif á nætursvefninn, já, þetta með orkuna þína. frábært. Það er, held ég, lyfta. Nei, ég er svona aðeins að reyna að reikna út hvað er. Það er við höfðagaflinn hjá mér, sko. En hún Mary Diamond, hún Já. kenndi mér ágætis ráð varðandi þetta, Já, sem að ég hef kennt fólki, og það er það að ef að svona háttar til hjá fólki, já, þá taka rúmið aðeins frá veggnum og setja spegilflöt sem er jafn stór og höfðagaflinn milli rúmsins og veggsins, já, þannig að spegilflöturinn snúi að veggnum. já, já. Þannig að hún endurkastist aftur út orkan. Já, já. Já. Þetta, Ég er með sko höfðagafl, ég er með alveg svona stóran gafl. já, já. Já, og en ég held að það er ekki að vera neitt vatnsrennsli Nei, inn það við. góðu lagi. En það er mjög gott að vera með höfðagafl, sko stóran þykkan höfðagafl, það er mjög Já. gott. Og ef það er ekki hægt að koma fyrir höfðagafli, þá er jafnvel hægt að mála höfðagafl á vegginn eins og hefur ekki sumir. Það eru lausnir við öllu í þessu. Algjörlega, Já. algjörlega, Já, algjörlega. Svo fyrir bókaorma, að þá er það ágætis ábending að ef að fólk er að fá mikið af bókum að láni af bókasöfnum, að vera ekki mikið með þær inn í svefnherbergi. Vegna þess að það fylgir alltaf orka öllum bókum. Það eru fingurnir, þeir eru búnir að handfjatla blaðsíðurnar og það fylgir orka. Þannig að þú vilt ekki vera að fá alls konar orku frá einhverju sem þú veist ekki hver er inn í svefnherbergið þitt. en nú er svo mikið að fólk lesi upp í rúmi. Já, já, það er ekkert á móti því. En þú Nei. kannst ekki vera með 10 bækur af bókasafninu, getur kannski verið bara með eina. Já, já, Og þú getur verið búin að viðra hana aðeins úti, lofta þessum blaðsíðum út í fersku lofti. já,
fara með alla bækur brrr, og opna Já, út já, af svölum. Já, það það er er ekkert góð hugmynd. Já, móti því. Svo er að huga líka vel að því hvað maður er með í náttborðinu. já, skiptir það máli? Já, það skiptir allt máli sem er inni fyrir innan veggi svefnherbergisins. Já, Þannig að ekki vera með eitthvað í náttborðinu eða bara yfir höfuð inni hjá þér í svefnherberginu sem minnir þig á einhverja mikla erfiðleika eða særindi, eitthvað sem kemur upp slæmri tilfinningu hjá þér. Geyma þá hluti annars staðar. já, Og þess vegna er gott að fara í gegnum náttborðið hjá sér og skoða vel hvað er þar. já. Ég hugsa hvað er í náttborðsskúffunni hjá mér, það er nú aðallega skartgripir og, og já, það er eiginlega bara svefngríma og eitthvað svoleiðis. Það er ekki, ég held að það sé allt nokkuð gott sem er þar. Ég held að þú sért bara í góðum málum. Já, en ég þarf að gera svona smá breytingar hjá mér. Já, Ég er alveg með það á hreinu. Þetta er allt svona einfalt sem að fólk getur alveg gert sjálft. algjörlega. Já, Ekkert á móti því. Og svo er þetta með að ef að fólk er í þröngu húsnæði þarf að geyma mikið af hlutum inni hjá sér, að þá er ljómandi gott að breiða yfir það. Koma geymsluhlutum fyrir bara í pappakössum af svipaðri stærð, raða þeim upp og setja svo bara fallegan dúk yfir. já, Vegna þess að þá sérðu ekki óreiðuna. Þá sérðu bara flötinn, já, þá kemur þetta út eins og hátt borð eða eitthvað annað, já, en þú sérðu ekki að þarna eru allir hlutirnir sem ég á eftir að ganga frá. já, það er góð hugmynd. Mjög góð hugmynd, sko. En hvað, sumir geyma svona dót í flötum kossum undir rúmi, hvernig kemur það út? Það er talið að sé ekki gott að vera með geymsluna undir rúmi. Ok, gott að vita það. Það getur haft áhrif á þína líðan, Já, en ef að það er nauðsynlegt að gera það af einhverjum ástæðum, þá er að gera að hafa það vel skipulagt já, og alls ekki draslalegt. Þannig að þú vitir af því að þarna eru þessi hlutir en hérna það er allt í röð og reglu þarna undir. já, myndi eftir í hug, sko, að ég veit að það sem er, að fólk hefur rúllað svona flötum kassa með jólapappír og Já, þess áttar undir, þess sem er bara raðað í og svo er það geymt þarna undir af því að þetta er eitthvað sem að tekur pláss en geymist milli ára og bara nota einu svona ári. já, já. Myndi það sleppa? Ef það er allt í röð og reglu, ef að maður verður að haga sér eftir aðstæðum. Já, já, Það er bara þannig. já, já. En Mary Diamond er yndisleg kona, ég kynntist henni fyrir nokkrum mánuðum síðan Já, og hún er alveg frábær. hún er það. Ég er Já. alveg sammála því. Ég var svo Ha. heppin að fá að læra hjá henni bæði í Bandaríkjunum og eins heima hjá henni í Belgíu og Já, svo einmitt. heima hjá henni í San Francisco. Já, æðislegt. Hún er mjög virtur fengslumeistari. Já, ég veit það, sko, og alltaf með góð ráð. Algjörlega. Já. Algjörlega. En allavega, ég þarf að fara að taka til hjá mér Mhm. og gera breytingar og finna áttavitann og athuga með þetta suðausturhornið í stofunni. Já, En þegar við erum með svona alrými, já. hvernig leysum við það þá? Eh, Þessi alrými þar sem að stofa og eldhús renna saman í eitt, því það er orðið mjög mikið í nýrri íbúðum. Já, já. Þá hugsaðu hvaða hluti af minni íbúð eða af alrýminu er stofan. Já, Hvar endar eldhúsið, hvar byrjar stofan, þó svo að það sé opið á milli. já, Hugsaðu þannig, teikna það bara upp á blað hjá þér já, og deilir því niður og finnur svo hvar er suðausturhornið þar. já. En eitt af því sem ég hef alltaf passað upp á og lærði í einhverju svona feng shui bók sem ég las, að það var að maður ætti alltaf að hafa setuna eða lokið á klósettinu niðri. Já, það er alveg rétt hjá þér. Og viltu útskýra út af hverju? Já, hún vil meina það að
þá annars er hamingjan okkar að fara niður, erum við að sturta hamingjunni niður. Það eigi bara þess vegna að vera lokað. Já, já. Mjög Ég mikilvægt. ég hef alltaf passað upp á þetta og ég var svo hörð við strákana mína þegar þeir voru yngri Mm. að, að loka alltaf, sem sagt setja alltaf lokið niður líka Já, já. og uh, og þegar þeir sko kynntu svo einhverjum konum þegar þeir eru eldri, þá héldu þeir að allar konur væri svona og voru hissa þegar gerðu ekki. Þannig að þú veist, það er ýmislegt sem tengist þessu sem er skemmtilegt. En ég vil bara segja takk kærlega fyrir allar þessar upplýsingar og ég treysti því að fullt af fólki geti nýtt sér þær og endilega smellið á like og subscribe við rásina mína til þess að þessar upplýsingar dreifist til sem flestra og við kannski tökum spjall saman aftur á nýja ári, Jónbjörg, og förum með svona nánar í svefnherbergið eða stofuna. Ég held að það séu svona stóru þættirnir hjá flestum. Já, og svo er líka hægt að fara inn á vefinn okkar nýja, fengshui.is. Já, ertu komið með vefsíðu? Já, við erum búin að vera með vefsíðu alveg í fjöldamörg ár en við vorum að uppfæra hana og gera hana rosa fína núna bara í síðustu viku, ég og tæknimaðurinn minn. En dásamlegt. Og þar er alveg heill hellingur af fróðleik. Já, ég set upplýsingar það undir myndbandið líka. Já. Og þannig að fólk geti leitað sér frekar upplýsinga. En þakka bara fyrir að bjóða mér hérna í dag, búið að vera virkilega gaman að spjalla þetta við þig og ég vona að fólk geti nýtt sér þetta sem við vorum að tala um. Ég er alveg kláraði það eftir að gera það. Það er alveg pottþétt. Bara takk kærlega fyrir. Já, takk sömuleiðis. Bless, bless. Bless.